Fjórgangur, meistaradeild, lið Hrímnis Export-testa, stóð sig ótrúlega vel. Annarsætið, Eyrún Ýr Pálsdóttir, sigurvegari, Ólafur Ásgeir, frábært til hamingju bæði tvö. Takk. Áður en ég sný mér að ykkur, þá langar mig aðeins að fara í strákarna sem að halda utan í liðið. Já. Hrímnir og Export-testar. Strákar, hvað segið þið? Þið hljótið að vera glaðir. En við erum brattir, mjög brattir. Þetta er náttúrulega aldrei snillt, sko. Ég tók eftir því í knapastúkunni, Eysteinn, að þú reiknaðir út mjög fljótt hverju væri í hvaða sætum. Já, þetta var mjög öðvöld, sko. Þetta var svo örugt hjá þeim. Það var alveg klárt. Já, þetta var klárt. Vanur dómari, sko. Eigum við von á sama í næsta umgang? Ég vona það. Byrjuðum vel í fyrra en svo fór þetta svona heldur niður á því en það er allt annað på tenninu núna, sko. Já. Það er miklu meiri hugur, sko. Það er hugur í mönnum. Já, alvöru. Sammála því, Rúnar? Það er hugur í okkur, sko. Já. Og ég held að það sé líka í liðinu. Já. Nú ætla allir að standa sig, sko. Frábært, það er gott að... En það topplið... Ef að bakland er í lagi þá getur liðið delivera. Já, ekki þannig? Ekki spurning. Flott, strákar. Og náttúrulega topplið, það er náttúrulega nummer 1 og 3. Eyrún, þú varst í fyrra líka. Þá komst þú sýndir þig og þú fyrst viðurkenningunni ára, er það ekki svo leiðis? Jú, ég held það. Annað sæti, þetta er frábær árangur, til hamingju. Takk fyrir það. Hvernig, ég var svona að hugsa á fetinu áðan hjá þér. Já. Þá varstu með svo ofboðslega opin augun. Hvað varstu að hugsa? Bara reyna að halda honum á feti. Sem mestum þetta, ég veit ekkert hvað ég var að hugsa. En þú ert ánægð með þetta? Já, ég er mjög ánægð með. Mjög. Þetta er fleiri liðsfélagar. Tóti mættur. Þá vantar bara Helga Unnu. Hæ Helga Unna. Hér er tómgleði og hamingja. Þetta er alvöru. Ólafur Ásgeir, hesturinn í dag stóð sér náttúrulega frábærlega. Þú vannst þetta í fyrra. Já. Þú hlýtur að vera glaður. Ég er mjög glaður. Mjög glaður með þetta. Og þú sagðir, hér í fyrri vikunni að þú ætlaði bara að gera saman síðast og þú stóðst við það. Já, ég gat ekki annað sagt. Ég náttúrulega vann þetta í fyrra og var að reyna bara að peppa mig upp. Er það rétt sem ég heyrði svona utan að mér að Export-testar er að flytja hestin út? Nei, hann er að flytja hérna innanlands. Þetta er síðasti reiturinn minn á hestinum. Það er bara svoleiðis? Já. Og má upplýsa hver er eigandi? Já, nú er hann að fara á norður og hóla og Valdimar Bergstad er á nýr eigandi og er að fara að taka við honum. Þannig að þetta er súrsætt hér í kvöld? Þetta er, það er alltaf, en við erum búin að lengi saman og það er alltaf leiðalokk svona einhvern tímann í þessu. Hjartanlega til hamingju með þetta, frábært og frábær hestur. Já, frábær hestur. Einstaklega, ég hugsa nú stundum að þú hefði mátt fá hærra með jafnvel heldur en þú fyrst í kvöld. Já, Maðurinn fallegur. Já. Ég var að hafa eitthvað áhyggjur fyrir forkeppnina og fannst þetta ekki alveg verið að ganga í uppbytuninni. Þá hitti ég Tóta og þá sagði hann bara, verður bara eins og þetta smala í Vesturgötu, sagði hann. Tóti, nú varst þú á bekknum í kvöld. Þú sagði þér að þegar Eiður Smári, ég heyrði þetta nú bara aftan á stúkunni, hann var nú aðal maður hjá Barcelona þegar hann var á bekknum, er það svoleiðis? Þetta er bara þannig. Svona lið er ekki skömm að þið vera á bekknum, sko. En verður þú með næst? Ég veit ekkert um það. Vonar það? Já, annars verð ég bara áfram á bekknum. Já, en þú ert bara ánægður með það? Já, ekki ekkert. Það var líka að hafa góða menn á bekknum, er það ekki svoleiðis? Jú, það er þetta er bara, við stiltum þessu svona upp núna og svo er bara ný æfing og ný keppni og þá er allir jafna möguleika. Hvenær er fyrsti fundur hjá liðinu? Er búið að ákveða það? Er liðstjórinn búinn að segja ykkur hvenær er mæting? Er það á morgun? Það er ekki með helgina. Ég hugsa að verði kannski eitthvað matabóð um helgina, ég myndi trúa því. Rúnar var eitthvað að tala um að bjóða okkur öllum út að borða. Já, það er strax góð pressa. Það er mikið að gera í útflutningum hjá Eysteini. Export-testum. Þetta er algott. Frábært kvöld hjá ykkur. Þú ert efstur náttúrulega hjá Knöpum eins og kannski gefur að skilja. Já, ég náði í fyrra 12 stigum og svo ekki söguna mér, þannig ég ætla að reyna að bæta úr því. Ánægð með ykkur, frábært, hjartanlega til hamingju og gangi ykkur vel næst. Takk fyrir okkur.